geggjaðan bíl. Þetta er snilldarbíll. Hann heitir Suzuki Ignis og hann er fjórhjóladrifinn. Þessi bíl, hann er með 1,2 litra 4-stráka vél sem að skila 90 hestaflum. Og það er æðislegt að keyra hann. Verðið á þessum bíl er frá 2.900.000 rúmum. Svo getur þú farið í útfærslu eins og GLX sem er aðeins dýrari, eða útleikum með meira í honum. En hann er bæði til í GL og GLX útgáfu. 264 lítra skott. Það er nú ekki slæmt í svona litlum bíl. Það er 50-50 skipting á sætinu og það er hægt að skella því fram og það er hægt að færa það sem sagt svona sjóði. Þannig að þú getur stillt hérna hallan á bakinu. Þannig að ef þú stillir hallan á bakinu svona til dæmis, þá er það náttúrulega komið meira pláss fyrir farangur í bílnum. Það er 18 cm undir lægsta punkta á þessum bíl. Sem að gerir þetta náttúrulega bara eins og er kallað þetta. Þetta er bara mini SUV eða bara mini jepplingur. Það er í tísku núna að vera með svona smá retro og fara tilbaka í tíma og Suzuki er engin eftirbátur í því. Takið eftir hérna þessum línum hér í hönnuninni. Þetta var á bíl sem kom á markaðinn frá Suzuki árið 1972 og hét Front Coupé og þótti alveg æðislegur. Retro. Halló! Það er ekkert smá pláss hérna aftur í. Ertu ekki að djóka í mér? Þetta er alltaf bara alveg frábært. Og hér er þetta hérna renna sætinu hérna fram og tilbaka og það er náttúrulega eykur sko geymsluplássið þarna aftur í til muna. Fyrir utan það að við getum halla líka bökun en hérna inni ég er hávaxinn og hérna það er alveg nóg pláss hérna upp undir hérna aftur í. Sem þýðir það að ég gæti setið hér alveg skælbrosandi alla leið til Akureyrar ef við myndum stoppa í Hrútafirði og fá okkur grjónagraut með kanil og rjóma. Geggjað. Sjáu þið þetta? Þetta er design. Þetta er flott. Hvítur litur hérna á mælaborðinu. Þetta er náttúrulega allt bara plast hérna. Svona ekkert soft hérna ef maður ítir á þetta en þetta er líka bara lítill bíl, einfaldur og mjög ódýr og ódýr í rekstri. Hann eyðir ekki nema 5 lítrum og svo getur þú fengið hann mild hybrid sem virkar þannig að þú ert með smá rafmagnsmótor með vélinni sem hjálpar honum í upptakinu og sparar þannig eldsneyti og hann eyðir ekki nema 4,7 lítrum á 100 í blönduðum akstri. Já, það er bara allt í þessum bíl sem til þarf. Við erum hérna með þennan margmilljónaskjá, 7 tommu og þar er útvarp og það er hægt að fá í GLX gerðinni þá kemur það með íslensku leiðsögukerfi. Það er Bluetooth símatenging í honum. Hérna getur maður svarað í stýrinu og lagt á og síðan getur maður farið í gegnum stýrikerfi og getur hækkað og lækkað hérna í útvarpinu hérna. Nú, það er loftkæling í honum sem er alveg ómissandi á sjóðheitum sumardegi á Íslandi og það er brekku aðstóð hérna. Þegar maður er að fara niður brekku þá bara getur þú slakað á og vélinn sér að bremsa bílinn og svo er hérna ef þú ert á mjög hólóttum eða ójöfnum vegi þá getur þú breytt aksturslæginu eftir því. Það er 12 volta tengi hérna í honum fyrir 120 watt. Það er USB og AUX. Það eru rafdrifna rúður hérna. Alveg, sko, það er allt í þessum bíl.